Komið sæl, hún Magnea, hún var með svo yndislega predikun hér síðasta hvíldardag bænina, svo mér var það svolítið huglægt þegar ég fór að undirbúa mig fyrir daginn í dag. Þannig ég ætla að tala svolítið bænina og mér langar að tala hana Hönnu sem við finnum í Samúelsbók, sem móðir hans Samúels og hennar bæn og hennar erfiðleika í lífinu. En þegar ég var að stúdera þetta, þá var ég svolítið að hugsa að mér vantar svolítið svona yfirlit yfir Gamla testamentið og hvar hlutirnir eru staðsettir í tíma og þess að þar. Þá rakst ég á þessa ágætis vefsíðu sem að svo plottar þetta allt upp fyrir okkur hvað gerðist á hverjum tíma og ég ætla að sjá hvort þið getið opnað þessa vefsíðu. Það er ekkert víst að þetta klikki hjá mér. Ef ég opna svona þessa vefsíðu, já. Og þá langar mér að sýna ykkur ég ætla að setja þetta í full screen. Að er þetta að skoða söguna í tímaröð og ef við til dæmis smellum bara hér og fáum við þetta nánar, þú sjáum við eru daga að ártölin og að þessar helstu persónur sem eiga við þann tíma þar sem maður er staddur og svo getur maður skrollað vefsíðunni til hliðar og sé þessar persónur og mér langar að skrolla sjá hvort að ég ná ekki að skrolla á hann Móse. Sjá, best að íta hér. Sjá. Þetta kannski tekur aldrei langa tíma, en ég sjá að það er að skrolla líka upp og niður. Þannig að það stundum svo mikið að gerast að það er ekki pláss fyrir allt saman, þannig að það þarf að vera hægt að skrolla þessu. Og ef ég skrolla þessu lengra þá sjáum við komin Abraham. Þannig að við sjáum við erum að færa okkur til og það tekur dálítið langt tímaskeið að spanna hans líf. Og kemur Jakob og við sjáum hvernig þetta er allt í réttri röð og auðvelt að átta sig á hvað er að gerast á hverjum tíma. Það er mikið að vera hér á þessum tíma og svo komum við á honum Móses og ef maður til dæmis smellir á Móses þá getur maður lesið sér aðeins til hann hér á þessari vefsíðu. Og hann auðvitað eins og við vitum, hann leiddi Ísraelsþjóðina út úr Egyptalandi og fékk aðstoð við það frá bróður sínum Aron. Og svo komum við að því að Jósúa er kallaður til þjónustu og sjá, við ætlum að Jósúa hann kemur til sögunar að þegar Amalekítar ráðast á þjóðina og hann er fenginn til að leiða orrustuna gegn þeim og það er sagan af því þegar Aron og Húr þeir héldu upp í höndunum á Móse allan daginn á meðan átökunum stóð. Þegar hann þurfti að halda höndunum uppi í bæn og hann gat ekki haldið höndunum uppi þannig að þeir voru tveir fengnir til þess að halda uppi höndunum á Jósúa meðan hann bað allan daginn fyrir þjóðinni. Og Jósúa er svo einn af þeim 12 sem fengu það hlutverk að fara að njósna fyrirheitna landið. Það var svo aðeins hann og Kaleb sem komu tilbaka og lögðu til að þeir skyldu halda inn í fyrirheitna landið. Nú nafnið Jósúa það þýðir Guð frelsar en Kaleb það þýðir hundur. Og þetta komst ég að þegar ég var að skoða þessa vefsíðu sem ég var að sýna ykkur. Og það voru bara þeir tveir, Jósúa og Kaleb, það er að segja hundurinn sem voru jákvæðir gagnvart því að fara inn í landið. Og Jósúa honum var svo falið að leiða þjóðina þangað inn. En hvað gerðist svo? Það segir frá því að strax eftir andlát Jósúa
þá gjörðu Ísraelsmenn það sem að illt var í augum drottins. Og sjáum það að þetta er svona sagan sem að endurtekur sig aftur og aftur. Og við lesum þetta í Dómarabókinni, 2. kafli, vers 11-15. Þá gjörðu Ísraelsmenn það sem illt var í augum drottins og þjónuðu Baalum og yfirgáfu drottin, Guð feðra sinna. Leitt hafði þá af Egyptalandi og eltu aðra guði, að guðum þjóða þeirra bjuggu umhverfis þá. Og féllu framfyrir þeim og engdu drottin til reiði. Og þeir yfirgáfu drottin og þjónuðu Baal og Aströtum. Og þá untendraðist reiði drottins gegn Ísrael og hann gaf þá á vald ránsmönnum og þeir rændu þá og hann seldi þá í hendur óvinum þeirra allt í kringum þá. Svo að þeir fengu eigi fram að staðist fyrir óvinni sínum. Hvert sem þeir fóru var hönd drottins í móti þeim til óhamingju, eins og drottin hafði sagt og eins og drottin hafði svarið þeim. Komust þeir þá í miklar nauðir. Og takið eftir þessu þarna sem segir að það var Guð sem að leyfði þess að gerast. Hann gaf þá á vald. Það er Guð sem sendir ógæfuna yfir þá þegar þeir snúa sér frá honum og fara að tilbiðja aðra guði. Og hvers vegna gerir hann það? Og það er til þess að þeir komi tilbaka, til að þeir snúi sér aftur til hans, til að þeir átti sjá hver er vilji Guðs. En hann skilur þá ekki eftir eina í þessari eymd. Hann reisir upp menn og það er það sem við sjáum. Og Guð reisir upp dómara. Og ég styðst áfram í þessa fínu vefsíðu sem ég var að sýna ykkur og þarna sjáum við að Otníel, hann er fyrsti dómarinn í Ísrael. Og það segir í Dómarabókinni 3. kafla 10. versi að andi drottins var yfir honum og hann var dómari í Ísrael. Og það segir að það var friður í landinu í 40 ára meðan hann lifði. Þannig að hann náði að snúa Ísraelsmönnum og á meðan þeir fylgdu honum og fóru eftir því sem Guð bauð þá var friður í landinu. En svo kemur að því að hann fellur frá. Og hvað haldið það hafi gerst þá? Jú, Ísraelsmenn gjörðu enn að nýju það sem illt var í augum drottins. Það lesum við í Dómarabókinni 3. kafla 12. versi. Og þá kom dómarinn nr. 2 til sögunar eða Ehúð. Og það segir frá því í 3. kaflanum. Þá hrópuðu Ísraelsmenn til drottins og drottin vakti þeim upp hjálparmann, Ehúð, son Gera Benjaminita, en hann var maður örfendur. Og það átti eftir að koma sér vel fyrir hann var örfendur, hann blataði óvinnin með því að beita vinstri hendinni, svo segir í sögunni á honum. Og svo í versi 30 var nú friður í landinu í 80 ár. Þannig að Guð sendi Ehúð og hann kemur hlutunum í lag og Ísrael snýr sér aftur að Guði og þá er friður. Og hvað gerir svo? Jú, það segir frá því í Dómarabókinni 4.1 að þegar að Ehúð var dáinn gjörðu Ísraelsmenn enn að nýju það sem illt var í augum drottins. Og Guð reisir upp Samgar sem var 3. dómarinn eftir Jósúa og svo Deboru sem var eini kvenkyns dómarinn. En það var alltaf sama sagan. Dómarinn lést og þá tóku Ísraelsmenn upp sama háttinn og gerðu það sem illt var í augum drottins. Sama sagan aftur og aftur og sjáum þetta munstur að þeir leiðast út í einhverja villu og Guð kallar yfir á einhverja ógæfu og þá hrópa þeir til Guðs og biðja hjálp og þá kemur Guð og svarar þeim með því að senda þeim til aðstoðar. En næstur að þessum dómurum í rauðinni Gídeon sem segir frá í Dómarabókinni 7. kafla. Mér langaði aðeins að staldra aðeins við Gídeon því að það er mjög merkileg sagan af honum. Við lesum í Dómarabókinni 6, 7. kafla, vers 1-4 og 7. vers. Ísraelsmenn gjörðu það sem illt var í augum drottins, þá gaf drottin þá í hendur Mídíans í 7 ár. Hugsið ykkur, í 7 ár voru þeir að þverskallast og gera það sem var ekki þóknarlegt Guði. Og sjáu þeir þurftu að þola þetta í 7 ár.
Og Mídjan var Ísrael yfirsterkari. Og gjörðu Ísraelsmenn sér þá fylgsni af fjöllum uppi, hella og vígi fyrir Mídjan, og þegar Ísraelsmenn, þegar þeir sáðu, komu Mídjanítar, Amalekítar og austurbyggingar og fóru í móti honum. Þannig að þegar þeir sáðu í agrana sína, þá komu þeir og stálu öllu og allir uppskýrunni. Þetta var það sem þeir þurftu að búa við. Og svo heldur áfram og segir: og þeir settu herbúðir sínar gegn Ísraelsmönnum og eyddu gróðri landsins alla leið til Gaza og skildu enga lífsbjörg eftir í Ísrael, ekki heldur sauði, naut eða asna. Þannig að þeir stálu uppskjörunni, og ekki bara það, þeir stálu öllu, líka sauðum og nautum og ösnum. Þannig að þetta hefur verið alveg hrikalegt ástand þarna hjá þeim. En hvað, þeir þverskölluðust samt í 7 ár og voru ekkert að leita Guðs. Og var Ísrael þá mjög þjakaður af völdum Mídjan, segir þetta. Og mér skal ekki undra það. Og hvað gerist þá? Og Ísraelsmenn hrópuðu til drottins. Þannig að þeir áttuðu sig á því fyrir rest og gerðu sig grein fyrir því að þeir hefðu sjálfur kallað yfir sig alla þessa ógæfu. En hugsaðu ykkur þessar þjáningar sem þessi þjóð þurfti að líða ár eftir ár, að þeir skulle ekki hafa vaknað til lífsins eftir 1. árið eða annað eða 3. Nei, þeir biðu í 7 ár með því að snúa sér til Guðs. Og í þessu ástandi, þá kallaði Guð Gídeon til þjónustu, eins og við lesum í Dómarabókinni í 7. kafla. Þá kom engill drottins og settist undir eikina í Ofra, átti Jóas Abíes ríti, en Gídeon sonur hans var að þreskja hveiti í vínþröng til þess að forða því undan Mídjan. Og ég spyr, hvers vegna að þreskja hveiti í vínþröng? Hvers vegna var hann að því? Menn þreskja ekki hveiti í vínþröng. Vínþröng ekki hugsuð til þess að þreskja hveiti. Og það segir hvers vegna þarna í textanum. Hann var að forða uppskjörunni. Hann var að fela hvað hann var að gera svo að uppskjörunni ekki rænt á hann. Þannig var ástandið. Og hann var að fela sig fyrir Mídjanmönnum sem fóru allt og rændu uppskjörunni. Og hann var hræddur. En hvað segir engillinn við hann? Engillinn segir við hann: Drottin með þér, hrausta hetja. Hvað finnst ykkur? Finnst ykkur Gídeon vera hetjulegur við þessar aðstæður? En honum fannst það ekki einu sinni sjálfum. Hann svaraði englinum og sagði: Æ, Herra, hvernig á ég að frelsa Ísrael? Sjá, minn ættleggur aumasti ættleggurinn í Manase og ég lítilmótlegastur í minni ætt, segir hann við engilinn. Hann að segja að hann tilheyrir aumasta fólkinu og af þeim hann sá allra aumasti. Þannig að hann lítur ekki stórt á sjálfan sig. En þá sneri drottið sér til hans og mælti: Fara af stað í þessum styrkleika þínum og þú munt frelsa Ísrael úr höndum Mídjans. Það ég sem sendi þig. Þannig að Guð velur þann aumasta af þeim aumustu. Það eins og Guð vísvitandi velji það allra aumasta, eins og til að sýna að það Guð sem frelsar en ekki menn. Guð getur notað það allra aumasta. Og hann safnar liði til að fara gegn Mídjanmönnum, en hvað segir drottinn? Liðið á margt sem með þér til þess að ég vilji gefa Mídjan í hendur þér. Og hvers vegna segir hann það? En hann svarar því sjálfur. Hann segir: Ella kynni Ísrael að hrokast upp gegn mér og segja: Mín eigin hönd hefur frelsað mig. Þannig að Guð, hann vill fá heiðurinn af sigrinum. Þess vegna hann að velja það aumasta því allra aumasta. Og hvað getum við lært af því? Að Guð svarar bænum þegar hann fær heiðurinn. Hvers vegna ætti Guð að frelsa þá úr höndum Mídjans nema hann fái heiðurinn? Ef það að frelsa þá, ef það leiðir ekki til þess að þeir snúi sér tilbaka og fara að þjóna Guði, hver væri þá tilgangurinn með að frelsa þá?
Það var jú Guð sem sendi Mídíanmenn til að koma vitinu fyrir þá til að byrja með. En svo segir frá því að þeir voru hræddir og þeir sem voru hræddir, þeir fengu ekkert að fara og taka þátt í bardaganum. Guð segir við þá, hver sá sem hræddur og hugdeigur snúi við og fari aftur til Gíleadsfjalli. Og endanum voru það bara 300 mann sem fóru í þessa baráttu við Mídíanmenn. Og hvað getum við lært af því? Guð getur ekki notað okkur ef við erum hrædd, því ef við erum hrædd, þá í raun treystum við ekki Guði. Og ef við treystum ekki Guði, þá trúum við í raun ekki á hann. Eða eins og segir í Hebreabréfinu 11:6, en án trúar ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim hans leita. Eða í 1. Jóhannesarbréfi 4:18, ótti ekki elskunni, fullkomin elska rekur út óttann, því að óttinn felur í sér hegningu, en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Og Guð þurfti því að sortera frá alla þá sem voru hræddir, því að hann gat ekki nota þá, en það fundust 300 manns sem ekki voru hræddir. Svo þannig sýnir Guð að það hann sem frelsar, en ekki mannlegur máttur. Það augljóslega gríðarlega mikilvægt að við óttumst ekki þau átök sem eiga sér stað í lífi okkar. Og það eru ótal textar sem fjalla það, og hér eru dæmi. Óttast þú eigi því að ég með þér, lát eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis minns, segir í Jesaja 41:10. Og drottin ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Drottin vígi lífsminns, hvern ætti ég að hræðast, segir í Salmi 27. Og drottin með mér, ég óttast eigi, hvað geta menn gjört mér, segir í Salmi 118. Og frið læti ég yður eftir, minn frið gefi ég yður, ekki gefi ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki né hræðist, segir Kristur sjálfur í Jóhannesar Guðspjalli, 14. kapla og 27. vers. En Gídeon hann dó fyrir rest og hvað haldið þið hafi gerst þá? Jú, Ísraelsmenn gerðu enn að nýju það sem illt var í augum drottins og dýrkuðu Bala og Aströtur, guði Arams, guði Sídónar, guði Móabs, guði Ammonita og guði Filista og yfirgáfu drottin og dýrkuðu hann ekki. Þá upptendraðist reiði drottins gegn Ísraels og hann seldi þá í hendur Filistum og í hendur Ammonitum, segir þarna í Dómarabókinni, 10. kapla, vers 6 og 7. Og þetta með ólíkindum hvernig Ísraelsmenn haga sér. Þeir læra aldrei af reynslunni, en Guð gefst aldrei upp á þeim. Er það ekki hugreistandi fyrir okkur? En við getum búist við því að Guð, hann getur meðhöndlað okkur, jafnvel með sama hætti og hvernig hann meðhöndlaði Ísraelsmenn. Því að Páll skrifar í síðara Tímóteusarbréfi 3:16 og 17, þar segir hann, sérhver ritning innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttinga, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhver góðs verks. Þannig að þetta skrifað fyrir okkur til að við getum lært. Svo hvað það sem við þurfum að læra? Ef við gerum það sem rétt þá friður, en ef við hverfum frá Guði, þá ófriður. Þannig að ef einhver ógæfa hendir okkur, hvernig ættum við að bregðast við? Ættum við ekki að koma fram fyrir Guð og spyrja hann, hvað ertu að reyna að segja mér, Guð? Hvers vegna ertu að senda mér þessa ógæfu? En margir kynna að segja, Guð svona grimmur að senda vísvitandi ógæfu yfir fólk? En hvort meiri grimmd að vera að láta hann afskiptalaus í synd sem leiðir til eilífsdauða eða að leyfa ógæfu að koma yfir okkur stundarsakir til að koma vitinu fyrir okkur til að við getum snúið til Guðs og öðlast eilíft líf. En þá við að nálgast söguna af henni Hönnu sem ég sagðist alltaf fjalla aðeins í dag. En það í hennar tíð sem að Elí dómari í Ísrael. Og hver var Elí?
Og ég tók eftir því að þessi dómarar, þeir eru svona, eftir því sem tíminn líður, þá eru þeir svona minna og minna helgaðir Guði og meira svona í heiminum og veraldshyggju. Og það má segja það Eli. Okkur lítið sagt það hvernig Eli var dómari, en það ekki fyrir inn í 1. Samúelsbók sem við fáum að kynnast honum. Og þá hann orðinn gamall maður. Og Eli var maður sem þrátt fyrir alla prestsskyldur sínar og forréttindi hafði fjarlægst Guð í hjarta sínu og lífi. Hann virðist hafa hugsað meira eigin hag frekar en vilja Guðs. Og hann hirti meira þá velmegun sem hlaust af þjónustunni við helgidóminn og vildi heldur halda friðinn frekar en að ögra sonum sínum sem voru spilltir. Þannig að hann umbar spillingu sona sinna frekar en að ávíta þá. Hann gat ekki mótmælt opinberu siðleysi og þjófnaði sem synir hans frömdu í musturinu. Persónuleiki hans var því augljóslega annar en fyrri dómara í Ísrael. Þeir sem voru á undan honum voru djarfir og höfðu djúpa ástríðu fyrir heilagleika Guðs. Eli hefur verið, eins og Kristur lýsti í Matteus 15:8, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Og kannski sorglegast af öllu að jafnvel þegar Eli stóð frammi fyrir raunveruleikanum og þeim dómi sem kveðinn var upp yfir honum, virtist hann ekki skilja eða taka því alvarlega. Hann var fús til að taka afleiðingunum af þessari að vanrækja Guð í hjarta sínu og opinberaði sjálfan sig sem mann sem ekki hafði Guð í fyrsta sæti í lífi sínu. Og það sagt frá því að Eli átti 2 syni og það ekki falleg lýsingin á þeim. Það segir frá þeim í 2. kafla fyrir Samúelsbókar, vers 12-14, synir Eli voru hrakmenni. Þeir skeittu ekki drottinn hvað prestunum bar með réttu að hálfu liðsins. Hvenær sem einhver færði sláturfórn, þá kom sveit pressins meðan verið var að sjóða kjötið með þrítendan fork í hendi og raka hann ofan í ketilinn eða pottin eða suðupönnuna eða grýtuna og allt sem upp kom á forkinum, það tók presturinn handa sér. Svo fóru þeir með alla Ísraelsmenn sem komu þangað til Síló. Við sjáum það líka í sögunni af Hönnu að Eli var ekki til fyrirmyndar. Kannski þess vegna urðu synirnir eins og þeir voru. Og í 1. Samúelsbók, hún hefst á því að segja okkur frá eiginmanni Hönnu. Og það segir maðurinn nefndur Elkana. Hann átti 2 konur. Hét önnur Hanna og hinn Penína. Penína átti börn en Hanna, hún átti engin börn. Og hvers vegna átti hann 2 konur? Sennilega hefur hann tekið sér aðra konu vegna þess að Hanna gat ekki átt börn. Það var sem sagt vandamál í hjónabandinu, en hann leitaði ekki til Guðs varðandi úrlausn á því. Hann fann sína eigin lausn. Það endar aldrei vel þegar við leitum okkar eigin lausna í stað þess að leita Guðs. Og svo segir þarna í versi 4 og 5, í hvert sinn Elkana fórnaði, það gaf hann Penínu, konu sinni, og öllum sonum hennar og dætrum sinn hlut hverju. Hann gaf Hönnu ekki nema 1 hlut, þótt hann elskaði hana, en drottinn hafði lokað móðurkviði hennar. Þannig að strax þarna sjáum við þá mismunun sem Hanna þurfti að þola. Henni var skammtað mjög lítið þar sem hún var barnlaus. Og svo lesum við áfram. Elja hennar skapraunaði henni einnig til þess að reita hana til reiði, af því að drottinn hafði lokað móðurkviði hennar. Svo gjörði Elkana ár eftir ár, í hvert skipti sem þau fóru upp til hús drottins, og þannig skapraunaði hún henni. Hanna grét og neytti eigi matar. Og takið eftir því að það segir þarna, drottinn hefur lokað móðurkviði hennar. Nú þurfum við að gera okkur grein fyrir því að það var í menningunni á þessum tíma að gera Guð ábyrgan fyrir öllu.
Sennilega hefur verið einhver eðlileg skýring á því hvers vegna hún gat ekki átt börn. En þar sem Guð er þess megnugur að grípa inn í, en hann gerði ekkert í því til að hún yrði ólétt, að þá er það í menningunni að gera Guð ábyrgan fyrir því. Og þegar við skoðum söguna áfram, þá er ekkert ósennilegt að Guð hafi raunverulega lokað móðurkviði hennar, ekki vegna þess að hann er svo grimmur, heldur vegna þess að hann hafði eitthvað betra í hyggju fyrir hana. Þannig að þetta gekk svona í mörg ár. Og hvernig haldið þið að Hönnu hafi liðið? Vanlíðanin var svo mikil að hún var hætt að borða. Og haldið að hún hafi beðið til Guðs. Getur þú séð hana fyrir þér hrópa til Guðs? Guð, gefðu mér barn. Og þetta var ekki bara einhver lítil bæn. Hún var stöðulega í bæn og hrópaði í angist til Guðs. Eða eins og andadráttur sálarinnar. Hún bað stöðulega. Þannig að í mörg ár hrópaði hún á Guð og maðurinn hennar Elkana, hann var búinn að redda málinu fyrir sitt leyti. Hann náði sér bara í aðra konu til að gefa sér börn, en það var ekki samkvæmt áformi Guðs. Og það skapaði önnur vandamál. Það skapaði enn meiri vandamál og vanlíðan fyrir Hönnu. Og Penína, hún notaði hvert tækifæri til að gera lítið úr Hönnu. Hanna er gagnslaus, enda getur hún ekki skaffað börn. Og þannig gekk þetta ár eftir ár. Svo Hanna, hún fór í hús Guðs til að gráta. Og við lesum það í versunum 10 og 11. Hanna var sár hrygg. Hún bað til drottins og grét mjög. Gerði heit og mælti. Drottin allshérar, ef þú lítur á eymd ambáttar þinnar og minnist mín og gleymir eigi ambátt þinni og gefur ambátt þinni son, þá skal ég gefa hann drottni alla daga ævi hans og eigi skal rakhnífur koma á höfuð honum. Þannig að hún lofar að gefa frá sér barnið ef aðeins Guð gefur henni barn. Og hvernig komst hún að þessari niðurstöðu? Að gefa Guði barnið ef hún aðeins gæti eignast barn. Hugsanlega hefur hún verið farin að spyrja sjálfa sig, hvers vegna er öll þessi ógæfa komin yfir mig? Hún hefur verið farin að spyrja Guð, Guð, hver er tilgangurinn með öllu þessu? Guð, ef þú elskar mig, hvers vegna lætur þú þetta yfir mig ganga? Og hún færir athyglina frá sjálfum sér og fer að beina henni að Guði. Hver er Guðs vilji? Hver eru áform Guðs? Og þegar hún bað af eigingirni, þá var ekkert svar. En þegar hún hugsaði bara hvað hún átti erfitt og hvað hún var vonlaus og gagnslaus og einskisvirði, þar sem hún átti ekki barn, þá gerðist ekki neitt. Þá kom ekkert bænasvar. En þegar hún bað af fórnfýsi, þegar hún spurði Guð, Guð, hver er þinn vilji? Hver er tilgangurinn með öllu þessu? Þá kom bænasvarið. Þegar hún var fús að segja, verði þinn vilji, Guð. Hvað ef öll þessi ógæfði hefði ekki komið yfir hana? Hvað ef Guð hefði ekki lokað móðurlífi hennar? Hefði hún þá farið að leita vilja Guðs eins og hún gerði? Eða hefði hún þá verið föst í að hugsa aðeins eigin hag? Og hvað getum við lært af þessu? Þegar þú gefst upp, þá svarar Guð. Þegar þú hættir að einblína á vandamálið þitt, hvað þú átt bágt, hvað kringumstæður þínar eru erfiðar, ósangjarnar og vonlausar. Þegar þú fer raunverulega að leita vilja Guðs, tilgangi hans með það sem er að gerast í lífið þínu og leitar svara við því, hver eru áform Guðs og gefur þig fúslega að því sem hann vil gera, þá erum við tilbúin til að taka við blessunum hans. Hún var tilbúin til að gefa Guði barnið. En eins og Kristur sagði síðar, hver sem hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, föður eða móðir, börn eða akra, saki nafs míns, mun fá margfalt aftur og öðlast eilíft líf. Og við sjáum það síðar í sögunni að hún er ríkulega blessuð fyrir það sem hún gerði.
En Hanna fer í musterið og grætur þar sárlega og þar Eli sem ég var að lýsa fyrir ykkur áðan, sem var kannski ekki svo góðu dómari. En hann var dómari í Ísrael og hann heyrir hana gráta. Og hver eru viðbrögð hans? Hann verður hennar var og hvernig bregst hann við? Hvernig hlúir hann að þessari vesalingskonu sem grætur sárlega þar sem hún hefur þurft að þola slíka vanlíðan? Sannarlega hlýtur hann að taka hana að sér, hugga hana og gefa henni von. Við lesum það í 1. Samúelsbók 1:14 hvernig hann bregst við þessari konu sem á svona erfitt. Hann segir: hversi lengi ætla þú að láta sjá þig drukkna? Láttu vímuna renna að þér. Og hvers konar viðbrögð eru þetta frá presti? Er það svona sem á að koma fram við vesalingskonu sem kemur í musterið til að biðja og gráta og leita Guðs? En Hanna, hún svarar og segir: nei, herra minn, ég kona með hryggð í hjarta. Vín hef ég ekki drukkið né áfengan drykk, en ég hefi úttelt hjarta mínu fyrir drottni. Ætla þú eigi að ambát þín sé afhrak, því að af mínu mikla harmi og trega hef ég talað hingað til. Og þetta merkilegt að Hanna, hún lætur ekki prestinn stuða sig. Margir hefðu nú bara strunsað í burtu og sagt: ég mæti ekki meir í þessa kirkju. Hvers konar söfnuður þetta eiginlega sem kemur svona fram við fólk sem leitar hingað? En Hanna, hún lætur ekki svona framkomu stuða sig. Hún var ekki þangað komin vegna Eli. Hún var komin til að leita Guðs. Hún vildi fá svar frá Guði. Það eru bænir hennar sem hefðu gefið henni þessa hóværð. Hún hefði eytt löngum stundum í bæn. Og því meira sem þú biður, því meira nálgastu Guð. Fókusinn færist yfir á Guð. Og þegar þú sér Guð, gleymurðu sjálfum þér, því að hann á að vaksa en ég á að minnka. Hanna er hóvær, hún leyfir sér ekki að móðgast. Engin vorkunn, engin særindi, engin gagnrýni. Og eins og við lesum svo síðar, sælir eru hóværir. Það er svona aðstæður sem reynir á hóværðina. Og hvað getum við lært af því? Ekki láta kringumstæðurnar stuða þig. Guð setur okkur í svona kringumstæður til að kenna okkur og reyna okkur. Og Hanna svarar prestunum í hóværð og útskýrir hvað það er sem angrar hana. Og Eli svarar henni og segir: far þú í friði, Ísraels Guð mun veita þér það sem þú hefur beðið hann um. Það er bænasvarið. Hún gerði sig grein fyrir því að jafnvel þó að þessi orð kæmu frá Eli, sem var nú kannski ekki svo góður, að þá var þetta orð frá Guði. Þrátt fyrir að Eli var ekki til fyrirmyndar, þá gat Guð notað hann til að koma bænasvarinu til skila. Hún tók strax gleði sín á ný. Hún var augljóslega ekki strax orðin ólétt, en hún treysti bænasvarinu. Hvernig gat hún vita að þetta veri svar frá Guði? Þessi æðsti prestur var ekki einn af þeim bestu. Synir hans voru gjörspilltir og hann leyfði þeim að haga sér þannig. En Guð getur talað í gegnum hann, því að hann getur talað eins og við sjáum í annarri góðri sögu í Biblíunni. Hann getur talað í gegnum asna og Kristur sagði að hann getur látið steinana tala. Þannig að fólk sem eyðir tíma með Guði í bæn, það þekkir rödd Guðs. Við treystum þeim sem við þekkjum. Ef þú efast Guð, er það vegna þess að við þekkjum hann ekki í raun. Því þú eyðir ekki tíma með honum. Ef við lærum ekki að treysta honum núna, hvað verður þá okkur í raunverulegri kreppu? Þeir sem þekkja Guð hafa frið í öllum kringumstæðum. Og Guð hefur 1000 lausnir sem þú hefur ekki hugmynd um. Og þegar við felum okkur vilja Guðs eins og Hanna gerði á endanum, þá getum við átt frið í hjarta og þurfum ekki að óttast neitt.
þá hefur við fullvissu að Guð mun vel fyrir sjá. Eða eins og við lesum í 1. Jóhannesarbréfi 4:18. Ótti ekki elskunni, fullkomin elska rekur út ótta, því að óttin felur í sér hegningu, en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Í allri Biblíunni okkur sagt að óttast ekki. Ef Guð með oss, hver þá á móti oss? Annaðhvort Guð þá máttlaus, eða hann elskar þig ekki, eða ekki til. Í Opinberunarbókinni 21:8 þar listi yfir þá sem ekki komast til himna og þar eru hugdegir efstir á lista. Og munum eftir njósnurunum sem ég sagði ykkur frá. Við fórum til fyrirheitna landsins. 10 voru hræddir, en aðeins Jósúa og Kaleb voru óhræddir. Aðeins þeir komast inn í fyrirheitna landið, af því þeir voru óhræddir. En það voru stórir veggir í Jerikó, mikill her, risar í landinu. Margvísleg tilefni til að vera hræddur. En eins og við höfum séð, þetta snýst ekki hversu stór við erum, eins og Gídeon, sem fannst hann vera aumkunarverðastur allra. Þetta snýst að við eigum stóran Guð. Og Hebreabréfið 3:19 segir, vegna vantrúar fengu þeir eigi gengið inn. Vantrú orsakast af ótta. Og hvernig getum við gefið heiminum von þegar þú átt hann ekki til sjálfur? Þú þarft að hafa Guð til að deila Guði og þeirri von og kærleika sem hann gefur. Fólk sem ekki óttast, eins og píslavottarnir sem fóru syngjandi á bálið og Pétur sem svaf í fangelsinu. Við þurfum að treysta því að Guð leyfir því að gerast. Ef hann leyfir því að gerast, þá hefur hann tilgang. Og Páll segir í Rómverjabréfinu 14:8, ef við lifum, lifum við drottni, en ef við deyjum, deyjum við drottni. Engin ótti, fullkomið traust. Þeir sem ekki óttast hafa frið í prófraunum. Jesaja 26:3 segir, þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Engin ótti, aðeins gleði og eftirvænting eftir því sem koma á. En bænasvarið hafði ferli. Hanna var ekki ólétt strax. Hún fæddi soninn ári síðar. Bænasvar felur í sig trú og þolinmæði. Eða eins og segir í Opinberunarbókinni, hér reynir á þolgæði hinna heilugu. Við þurfum að biðja eins og leyfa Guði að vinna. Leyfa Guði að vera Guð. Þeir sem biðja hafa trú sem byggir á því sambandi sem þeir eiga við Guð. Þú trúir og treystir vegna þess að þú þekkir Guð. Þú veist ekki hvenar, en þú veist að þú getur treyst honum. Og því meira sem við biðjum, því meira beinist hugur okkar að Guði og minna að okkur sjálfum. Því meira sem við biðjum, því þolinmóðari verðum við. Eða eins og segir í Jóhannesi 10:27, mínir sauður heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Samúel aðeins 6 ára þegar að Hanna fer með hann og gefur hann Guði. Hann hafði ekki Facebook, hann hafði ekki síma og Hanna hafði ekki bíl. Hún gat aðeins séð son sinn einu sinni á ári. Var þetta öruggur staður fyrir barn? Mundið að Eli var ekki svo góður og synir hans gjörspilltir. Myndið þú skilja barnið þitt eftir við slíkar aðstæður? Myndið þú biðja? Og hver þið þá bæn þín? Myndið þú gagnrýna þessa aðstæður sem barn þitt þarf að búa við? En hver var bæn Hönnu? Hún sagði, hjarta mitt fagnar í drottni. Í allri bæn Hönnu var hún ekkert að kvarta. Hún treysti Guði fullkomlega fyrir barninu. Guð gaf henni barnið og hann myndi sjá fyrir honum. Og klæðnaður Samúels, hann var skrýddur línhökli eins og prestarnir. Hanna saumaði á hann lítil klæði.
Einu sinni á ári fór hún með ný klæði fyrir Samúel. Og ég er sannfærður að hver þráður í þessum klæðum bara bænir Hönnu. Sonur, þú ert þakinn bænum. Ég hefi beðið fyrir þér frá því áður en þú fæddist og ég bið fyrir þér enn og mun alltaf gera. Bænir Hönnu snerust að hann mætti birtast fyrir augliti drottins. Ekki að hann yrði ríkur eða kæmi sér vel fyrir í lífinu, aðeins að hann mætti þjóna Guði, hvernig sem Guð leiðir hann. Og Ellen G. White, hún segir hér í Patriarchs and Prophets á blaðsíðu 572, þegar hún var aðskilin frá barni sínu, hætti hún ekki umhyggju trúföstu móður. Á hverjum degi var hann viðfangsefni bæna hennar. Á hverju ári saumaði hún með eigin höndum handa honum lítinn möttul og hún fór upp með manni sínum til að biðjast í Síló, gaf hún barninu þessa áminningu ást sína. Sérhverjar trefjar í litlu flíkinni voru opnar bæn að hann geti verið hreinn, göfugur og sannur. Hún bað ekki veraldlegan hátign sonar síns, heldur bað hún einlæglega að hann geti öðlast þann mikilleika sem himnaríki metur, að hann geti heiðra Guð og blessa náunga sína. Þannig að Hanna treysti Guði fullkomlega fyrir Samúel. Og svo segir í kafla 2 og versi 21, og drottin vitjaði Hönnu og hún varð þunguð og fæddi 3 sonu og 2 dætur, en sveinninn Samúel óx upp hjá drottni. Þannig að þar sem að Hanna stóð við loforð sitt og framseldi Samúel í musterið, þá var Hanna verðlaunu með 5 öðrum börnum, 3 sonum og 2 dætrum. Svo hér er mikilvægur lærdómur af þessari sögu. Hinn óendalegi kærleiki Guðs gefur örlátlega og veitir okkur meira en við jafnvel höfum beðið Svo framalega sem við höldum forgangsröðun okkar á hreinu og munum að heiðra gjafarann. Með Guði er endurinn alltaf góður og ef hann er ekki góður þá er það ekki endir málsins. Guð mun aldrei skilja fólk sitt eftir í þjáningu og þrengslum en hefur mikla umbun fyrir þá sem þola tíma þrenginga og prófrauna. Líf Hönnu var lifað í skömm þar sem hún tókst á við alla þá gagnrýni sem fylgdi því að vera ófrjó. Að eignast börn það er vissulega blessun og því fleiri börn sem konur eignuðust þá, því meiri blessun var talið að hún hefði hlotið. Ef þú lest aðeins fyrsta hluta sögunar, þangað til hún fæddi Samúel og færði hann síðan drottni, myndir þú líta á líf Hönnu sem hjartnæma sögu með hamingjusaman endi. En þegar við lesum áfram, sjáum við að Guð getur blessað okkur með gnægð ef við erum fús til að fórna öllu fyrir hann. Guð hefur ekki gleymt þér. Hann sér baráttu þína, en því lengur sem þú heldur út, því meiri verður blessun þín. Þakka ykkur fyrir.